Nú ætlum við að halda áfram með kaflann almenn brot og prósent og við ætlum að skoða hvernig við deilum með heilli tölu í brot. Þegar við deilum með tölunni 3 til dæmis, þá er það í raun það sama og að margfalda með 1/3. Því að þegar ég margfalda með 1/3 þá er ég að taka 1/3 af því, ég er að skipta því í þrennt. Og það er í raun það sama sem ég er að gera þegar ég deili með 3. Þannig að ég seti þetta upp á 1 strik, 3 og 4, 1 og 3. Ég þarf ekki að setja þetta svona upp á 1 strik, það er þægilegur upp á svo ég ruglist ekki. 3/12, svo stytti ég með 3 og fæ út 1/4. Enda ef við værum með 3/4 parta, sem sagt pitsu þar sem við værum með 3, og þetta er pitsan, og við værum með 1, 2, 3 parta og við ætlum að skipta því á milli 3, þá fær hver 1 svona fjórðungar það ekki. Þannig að þetta gengur alveg upp hjá okkur. 4/5 sinnum hálfur. Ég bý alltaf til brot út úr þessu. Hérna fæ ég út 4/10, deili með 2, 2/5. Þið sjáðu að hér setti ég þetta ekki upp á 1 strik heldur margfaldaði bara strax. 2/3 sinnum 1/6. Út úr þessu kemur 2/18, deili með 2, báðum megin 1/9. Hálfri pitsu og skipta milli 4 barna. Hvað fær hvert barn stóran hluta af pitsunni? Við erum með hálfa pitsu og við ætlum að skipta henni á milli 4, þá deilum við með 4. Það er að sama og segja hálfur sinnum 1/4. Út úr því kemur 1/8. Flóknara var það nú ekki.